Velkomin í hlaðvarpið Sofum saman. Ég vil byrja á að þakka ykkur fyrir frábærar viðtökur við fyrsta þætti og ég ánægður að heyra að það voru fleiri en ég sem að eru ánægður með formið á þættinum og kunna meta það að fá að hlusta bara á eina manneski tjá sig og segja sína skoðun og sína sögu og sína reynslu. Þannig að við ætlum að halda því áfram og gestur þáttarins í þetta sinn heitir Þórgnýr. Hann ætlar að segja okkur reynslu sína á því að glíma við það að fara að sofa of seint og ná ekki að sofna. Meðal annars hvernig hann gerir sér í ákvað verkefni yfir daginn og safnar þeim upp, eitthvað sem við getum lært af. En Þórgnýr var líka að koma úr stóri aðgerð þar sem að hællinn hans var sagaður af og farið til og ég bað hann að halda svefndagbók og við fáum að ræða það og heyra hvernig gekk að sofa á þessum erfiða tíma. En gefum honum orðið. Nei, á ég ekki bara fara í flæði? Nei, ég skal bara byrja. Ég heiti Þórgnýr og líkt og aðrir að þá sef ég. En ef ég á að vera algjörlega hreinskilinn við þig að þá mér finnst ofsalega leiðilegt að sofa. Og en ég er náttúrulega að gera mig alveg grein fyrir því að ég þarf að gera það og ég grínast mig gjarnan með það að ég sé bara hættur að sofa vegna þess að þetta er svo mikið waste of time, sko. Þetta er svona, allir þessir klukkutímar sem að fara í þetta, maður getur nýtt á í eitthvað annað. En það er samt kannski alveg skynsamlegt að taka svefninn samt föstum tökum því að ég sef alveg og ég sef alveg mína 7-8 tíma á hverju nóttu og ég er alveg góður í því, skilur, að sofa. En þegar öll er á botni kvölda þá þegar ég er að sofa reglulega og skynsamlega að þá hef ég í raun og veru fleiri tíma heldur en alla. Það er ef maður er úthvíldur að þá hefur maður þessi svona auka vött sko yfir daginn til að láta hlutina að rúlla og tíminn sem maður hefur hann nýtist betur. Það er ekki þar með sagt að stundum að þá er mikið að gera og maður kannski skera aðeins niður svefninn en mér finnst að þegar svefninn minn er yfirleitt í góðum, svona heilt yfir á góðum stað að þá sakar að minna þegar ég tek þá ákvörðun að kannski einhverja daga í röð að sofa minna sko. Það er ekki jafn mikið högg og þessi náttúrulega koma tímabil það sem er erfiðara að sofa heldur en ella sko þegar ég var yngri að þá að ég er rosalega erfitt með að sofa og það er alveg svolítið þannig ennþá að ef kona mín er ekki heima ef hún fyrir út á landið eða er eitthvað þannig að þá fer rútínan mín svolítið til andskotans í nokkra daga fyrst og svo skánar það þegar ég átta mig á því að ég þarf að reyna að vera sjálfstæður einstaklingur og skipuleggja mér eigin rútínu en það kemur alveg en þá fer allt til andskotans og ég dett svona svolítið aftur í það að vera 20 ára ábyggilega svona 10 ára þá svaf ég ábyggilega ekkert mikið meira þetta er bara 4-5 tíma nóttu það var bara alltaf mikið að gera það var bara svona alltaf gaman að vera alltaf að gera eitthvað ég vil líka alltaf hella þessu og svo kynnist ég konunni minni og hún er svona kvöldsvæfasta manneskja allra tíma. Ég var bara eitthvað hvað er búin að koma mér út í. Ég var bókstaflega að pæla að hætta með henni vegna þess að ég bara meikaði þetta ekki. Hún var bara, klukkan 10 á kvöldin, þá var hún bara að byrja að gespa, hún bara, ég ætla bara að sofa og ég bara, hvað er að þér? Ertu ung manneskja eða ekki? Hver ertu? Og svona eins og gerist þegar mann er svona kannski líkar ágætlega við manneskjur og svona þá kannski byrjar maður að mætast í miðjunni og svona eftir því sem á leið og þá kannski svona ég færðist sko þessi svefntími fram yfir 11 og minn færðist kannski nær miðnætti og frá 2 skilurðu og ég fannst fórum að mæta svona svolítið meira í miðjunni og eitt sem var alveg gersamlega óþolandi við hana hún getur ekki hlusta á neitt þegar hún er að fara að sofa en fyrir mig, sko, ef ég er að fá mig lúr eða eitthvað og er rosa gott að setja einhverja tónlist í gang. Og áður en ég kynntist henni þá var ég með nokkrar plötur, sko, sem ég hlusta oft þegar ég var þegar ég var að fara að sofa.
ég get ekki hlustað á þær í dag vegna þess að ef ég set þær í gang þá bara byrja ég að geispa. Men leiðilegt, þetta eru góða plötur sko, til dæmis hérna plata með hérna Beth Gibbons og Rustin Man sem að ég man ekki alveg hvað heitir. Ég get ekki hlustað á hana lengur. Bara enn þann dag í dag bara triggar á mig. Og ég veit að þetta kannski litar mig í svolítið slæmi ljósi en ég hlustaði svolítið líka á Nick Cave þegar ég var að fara að sofa. Og það var sérstaklega platan sko Murder Ballads sem að náttúrulega er stórkostleg plata og einhvern veginn bara, þú veist, góð tónlist, áhugaverðir textar, virkilega dark. En ég er svona, mér fannst gott að hlusta á textan og svona pæla í þeim sko þegar ég var að fara að sofa og þetta er líka plata sem að ég sifja núna við þegar ég hlusta á sko vegna þess að hún er í þessari kategóríu. Það er kannski einna helst að ég hlusta á tónlist þegar ég er að fá mér lúr. Kannski búið mikið að gera hjá mér, svafa lítið kannski, þarf að taka, þú veist, fá mér kríu yfir daginn, bara hálftíma, 20 mínútur, hálftíma. Mér finnst það best, 20 mínútur, hálftími í kríu. Það er, mér finnst ég fá mest út í því. Ef ég segir lengur en það, þá er ég bara þreyttari. En þá skelli ég einhverju tónlist í gang og hérna, nóg af tónlist á Spotify, rólegri en önnur og allt það. En ég er búin að finna rosalega góðan playlista sem að hérna heitir hérna Sleepy Time Indie eða Indie Sleepy Time eða eitthvað þannig. Og sko, þetta er alveg kannski svona, þú veist, indie tónlist, ég hlusta alveg á indie, þú veist, þú veist, hérna Island in the Sun með Weezer og allt þetta dæmi, skilur. Ég er alveg hérna, ég er alveg svolítið trefill, sko, alveg viðurkenna það. En þessi playlisti, hann er svo ofsalega leiðilegur. Og hérna, ég bara skella hana bara í gang á símanum mínum, bara hérna einhvers staðar nálægt mér, bara stilla það lágt og svo hlusta ég á þetta í 20 mínútur, hálftíma, á einhverjum tímapunkti fæ ég leið á þessu og þá er ég vaknaður. Og mér finnst þetta alveg, þetta virkilega hvílir mig, sko. Ég missi algjörlega áhugann á þessu og lendi í þessu flói. Þau sem maður þarf að fá til að sofa. En einmitt, þegar ég var að æfa mig að sofna, þannig þegar ég kynntist konunni minni, þá hérna, náttúrulega, við gerum alls konar pælingar, skilurðu, þú veist, horfa á loftið, telja, kindur, það, þú veist, whatever, ekkert af þessu virkaði. En þú veist, ég held að kannski flest okkar þekkið alveg einhverju marki, það er kannski bara miserfitt fyrir okkur að komast í þetta ástand að þegar við lendum í þessu flæði, þessu flói og það er mér svo geggja sko þegar til dæmis kannski þú veist, ég er ennþá vakandi maður er komin í þetta fló en svo kannski gerist eitthvað fer bílflauta í gang úti eða eitthvað og það rennur upp fyrir manni jafnvel þá maður sé ennþá með meðvitund það er maður sofnaður, það er eitthvað millistig sko og mér er svo geggjað að upplifa það þá finn ég svo sterkt fyrir því að þetta flæði það virkar og þú veist lykilatriði fyrir mig til að lenda í þessu flói er að sem sagt hugsa ekki neitt sérstakt en það er ákveðnar hugsanir samt sem að koma inn í þetta flæði sem er svona kannski opna á það að hausinn á mig fer að rúlla stundum hugsa ég að ég sé að ganga inn í dimmum helli þú veist, eitthvað þannig það er bara eitthvað svona sem að kveikir á bara svona trigger eitthvað svona bara svona opið flæði í hausnum á mér og svo á einhverju tímapunkti þá svona missir maður svolítið stjórnina og þegar maður missir stjórnina og hausinn á manni bara fer að fljúga út allt og maður er bara að fylgjast með hugsununum sínum að þá veit ég að ég er að fara að sofna þó ég sé ennþá vakandi, ég bara veit að þú veist, ég er búin að missa stjórn á hausnum á mér og þá er allt í góðu ef ég fer eitthvað að reyna að stjórna því þá vakna ég aftur en kvíði það er ógvaldurinn þegar kemur á svefni á mér ég er ekkert kvíðin manneskja ég veist ef eitthvað er að það er ég andkvíðin manneskja eða ég þyrfti eiginlega að vera kvíðinari sko en þegar ég sá langan dag fyrir höndum
það eitthvað að gerast á morgun, ég ligg upp í rúmi og hausinn á mér, ég veit alveg hvað ég að gera á morgun. Ég þarf að gera þetta og ég þarf að gera hitt og ég þarf að fara að hitta þennan gaur og ég þarf að fara í apótekið og ég þarf að gera þetta. Að þó ég veit alveg að þegar ég byrja daginn, að þá mun þetta allt koma til mín. Ég veit alveg hvað ég er að gera. Heilinn á mér er ekkert endilega alveg sammála mér. Líkaminn á mér er ekkert endilega alveg sammála mér. Og heilinn á mér fer að telja þessa hluti upp, fer að lista það upp, reyna að muna þá. Og það er vorulega lítið sem maður getur gert í þessu. En það er lækning. Og lækningin er ná sér í blað og blýant, skrifa þessa hluti niður. Þá veit ég bara, ég bara svona gef heilanum mínum þetta. Ok, þú ert stressaður. Ég er ekki stressaður. En þú ert stressaður, ég skal láta þetta eftir þér. Ég ætla að skrifa þetta niður á blað, þetta er í vasanum. Og það eina sem þú þarft að muna núna, er að miðinn er í vasanum. Og þá fer heilinn í flæði. Þá sofna ég alveg pronto. Við búum á Íslandi. Þannig að það er mismikil sól, mismikil myrkur. Hvort tveggja er andskotinn þegar það kemur að því að sofa. En það er mikið myrkur og þá veit maður ekki alveg hvað tímanum líður. Og ef það er mikil sól, skínun í augun, jafnvel þó maður sé með góð gluggutöld, þá sér maður þessar línur í kringum gluggutöldina og það er pirrandi. En óháð því hvort það sé mikið myrkur eða mikil sól, að þá finnst mér samt alltaf virka að setja eitthvað yfir augunum mér. Og þá sé kolniða myrkur. Það er bara þessi tilfinning að setja á sig svefngleraugu eða bara taka ból, binda bara, taka bara svona Rambo bara nema yfir augun, Að bara það að líkaminn á mér finni það að það sé eitthvað yfir augunum, það segir honum, hei, við erum að fara að sofa. Nú ætlum við að fara að sofa í hausinn á okkur. Og allir góðir. Og þá erum við bara sammála um það. Og þannig að bara oft, bara miðað vetur, þá setja ég á mig svefngleraugu, ekki vegna þess að ég þurfi myrkrið, heldur bara vegna þess að ég þarf þetta sensori, ég þarf þetta skyn. Og þannig að svona rútína, ég sé alveg leikill, Ég er með alveg athyglisbrest og greindu með slíkt og allt það, það getur alltaf mjög erfitt. En það er sérstaklega þegar maður fer úr rútínunni, ég er orðinn 43 ára, horfst í augu við það, ef maður er ekki búinn að læra það að einhvern veginn stjórna sér aðeins, hafa einhverja smá stjórn á þessu og svona sætta sig við ákveðna rútínur þó þessu hundleðilar, guð mig góður, að þá þá þarfst að fara að taka þetta aðeins alvarlega, Ef þú ert komin yfir fertugt og getur ekki rútínur, þá þarfst að fara að æfa þig. Og talandi um rútínur, að þá eru svona hlutir sem mér finnst hafa, hvað maður að segja, svona best practices. Hvernig segir maður þá í íslensku? Það er best practices eru svona, besta mögulega aðferðafræði kannski, ég veit ekki. Og það er svona litli hlutir, svona triggera. Ég er ekkert endilega að tala um svefn núna, Ég er bara að tala um svona hluti sem að hjálpa manni að gera meira og gera betur, bara heilt yfir. Og það er alveg relevant, Ef ég var duglegur í dag, og þegar ég fyrir að sofa í kvöld, þá líður mér bara svona, ég má fara að sofa, vegna þess að ég gerði eitthvað í dag, það er geggjað. Og það fyrsta sem ég gera á hverjum einasta degi, og ég veit að ég hljóma eins og leiðilegasta manneskja í veröldinni þegar ég segi þetta, er að ég bý rúmið mitt. Og það tók mig ábyggilega 30 ár að fatta þetta, en að búa rúmið þýðir að ég er búinn að gera einn góðan hlut í dag. Og ég set mér þá reglu að gera 3 góða hluti á hverjum degi. Ef ég er illa stemdur, finnst ég ekki geta gert mikið, þá er þetta bara 3 litlir hlutir. Og fyrst hlutin er búin, vegna ég bý alltaf rúmið. Það er ófrávíkjanleg regla. Nema ef ég er veikur, þá bý ég ekki rúmið. Ef maður er veikur, þá á maður ekki búin rúmið. Það er regla hjá mér.
fyrsti hlutur búinn, það bara 2 eftir. Hver eru þeir? Koma sér í vinnuna eða gera einn lítinn hlut sem það þarf að gera. Eða fara í apótekið því að ég þurfti að fara í apótekið og kaupa laktasa eða eitthvað. Whatever. Það skiptir ekki máli hvað það er. En þú ert búinn með þessa 3 hluti og klukkan er ennþá bara 9:30. Og maður bara ok, ég get alveg gert einn hluti viðbót í dag og þá er ég komin yfir markmiðið og gera einu hluti viðbót og klukkan er ekki, eða bara kannski eftir 10. Og maður bara, ég get ekki einn hluti viðbót. Þannig ef maður svona hugsar þetta svona skref fyrir skref, þá gerir maður á endanum miklu fleiri hluti. Og ef þú bara hugsar þetta, þú gerir 3 hluti á hverjum einasta degi, það eru 365 dagar á hverju ári, þetta er meira en 1000 góðir hlutir á ári sem hún gerir. Og það er klikkað. Það er alveg, það er afköst, þú veist. En svo rennur upp fyrir að þú ert í raun og veru að gera 10 góða hluti á dag. Það eru 3650 góðir hlutir á ári. Og síðan suma daga ertu alveg rosalega duglegur og gerir kannski 20-30 góða hluti. Og ef þið vantar fleiri tölur, þá bara tekur verkefni sem gerir og brýtur það niður í nokkra góða hluti. Og þá ertu með hærri tölu. Og það er hvetjandi. Og það bara virkar. Og þá hugsa heilin á þér bara já, geggjað. Ég er búinn að vera duglegur í dag. Jafnvel þó það hafi kannski relatíft ekki verið duglegur. En þetta er svona lítil hvít lygi sem að virkar og gerir mig duglegri og gerir mig afslappaðri sem að hjálpa mér að sofa. Ég pröfaði nýlega svona svefnpoka eða svona lítið poka með svona svefn hjálpatækjum. Þar með alveg til dæmis svona fín svefngleru og stendur innan á þeim með mitt svefn eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvað stendur, en það stendur eitthvað svona, maður sér það ekki, en það svo fyndið að það stendur þarna innan á. Það er klikkað. En allavega, í þessum poka voru svona plástrar, svona til að svona, sem að setur á nefið. Ég hef aldrei pröfað þetta áður, en það er bjánalegt hvað þetta virkar vel. Þannig stundum með maður er eitthvað að fara að sofa og það er eitthvað svona smá stífla nefið og maður þarf eitthvað svona einbeltir sér í gegnum það og það er valda manni einhverjum óþægindum og það er erfiðara að sofna. En þessi plástrar eru bjánalega góðir. Og þeir bara opna fyrir nefið og maður sefur eins og engill. Þeir eru kannski detta af einhvern mann af nóttina, það skiptir ekki máli hvort sofnaður. Þá var þetta ekkert issue. Og ef þú vaknar og lendir í vandræðum aftur og bara setur nýjan plástur á, það kostar 10 kall eða eitthvað, ég veit ekki. Það er nú bara, gefur ekki gjald. Það eru, kannski lykilatriðin eru magnesium. Magnesium er algjört lykilatriði. Ef maður er súr í maganum, þá maður bara skellir sér niður að 2 magnesium. Og það er bara holdt og gott að taka magnesium. Þetta er ekkert sem að, þetta er ekki lyf. Þetta eru steinefni sem þú þarft hvort sem er. Og við setjum svo mikið af einhverjum viðbjóði í okkur yfir daginn að það er bara alveg eðlilegt að vera svolítið súr á kvöldin. Og ég til mér sofna yfirleitt á hægri hliðinni. Það er ekki góða hliðin, það kemur að magasýru. Þannig að ég verð ekkert oft súr, en þegar ég verð súr þá, er magnesium alveg að gera eitthvað gott, sko. Ég hef aldrei pröfað að nota melatonín. Ég held kannski bara að ég þurfi ekki á því að halda, vegna þess að ég held með ágætisrútínu. En síðan er ráðgjöf sem að læknar mun alltaf segja nei, ekki góð hugmynd. Og það er parkotínið, sko. Ef maður er með hósta, þá er parkotín málið. En maður þarf samt að hafa í huga að parkotín er líka eitur. Það er gersamlegt eitur. Kótín getur valdið mjög alvarlegri hægðatregðu, það er ekki að fara að hjálpa þér að sofna. En ef þú ert með hósta og þannig að halda fyrir vöku, þá er allt í lagi að taka parkotín endrum og eins. En þetta er líka kótín. Kótín er ávanabindandi, það þarf að hafa það í huga. Ég er bara svo heppinn að ég er ekki fíkin manneskja yfir höfuð. En maður fara alveg illt í magann af því að það kom ekki kótín. Það er eitthvað sem maður þarf að passa sig á. En það er gott að eiga samt parkótín í náttborðsskúfunni þegar þetta kemur upp á. Já, hvaða önnur eiturlyf eru góð til að svæfa mann? Heilt yfir ekki nein. Áfengi hjálpar ekki.
ég svo sem drekk nú ekkert af neinu ráði, en þú veist, ef ég fæ mér 1 bjór eða 1 hvítísglas, það ekki að hjálpa mér, ég finn það alveg. Ég sé verð, sko. Skjátími, minnst ekki hafa áhrif á mig persónulega, en ég veit að hefur áhrif á suma. Og ég meina, þegar öll á bátni kvöld, að þá, þú veist, eru mismunandi hlutir sem virka fyrir okkur öll, og það náttúrulega kannski það sem þessi þáttur snýst svolítið að veist, við erum að tala bara svona eigin reynslusögur af svefni. Martraðir. Ég fæ nú ekki oft martraðir, en ég er svolítið þannig gerður að þegar ég fæ martröð, það er svolítið skemmtilegt. Ég fæ þar ekki oft, sko. En það er alveg svolítið nett, sko, að vakna í svitakójum eftir martröð og vera bara svona, wow, þetta var geggjað. Og svo bara fer maður aftur og svo, allt í góðu, sko. Ég var að tala um það áðan, sko, að ég væri ekki kvíðinn, væri ekki með stressumanneskja, sko, að ég eiginlega þyrfti að vera aðeins kvíðnari, sko. Og þetta hefur ábyggilega eitthvað að gera með það, þú veist, þegar mér dreymir einhver sig elda mig og reyna að drepa mig, sko, þá ég bara eitthvað vakna og bara eitthvað, vá, þetta var ógeðslega intense upplifun og ég ætla að reyna að muna þetta, ég man þetta aldrei hvað mér dreymir. Jú, stundum. En samt bara í smátt stund. Félaginn minn mælti með því við mig daginn að skrifa niður drauma. Ég held að það sé góð hugmynd. Ég er bara of latur til þess. Og ég held ekki að þetta sé eitthvað sem að fær mig til þess að upplifa það að ég sé að ná einhverjum árangri. Það skilur hvað ég, veist það einhvern veginn að halda einhverju draumabók og veist, þetta er alveg áhugavert. En þetta er áhuga effort og ég held að þegar ég, þú veist, ef ég myndi gera það, þá, veist, þetta var alveg forvitnilegt og allt það, ég myndi kannski muna draumana. Ég finnst samt ekki að þetta myndi einhvern veginn gefa mér þetta, ég gerði eitt góðan hlut í dag. Það er það sem að skipti mig máli. Þú veist, þegar maður sefur lítið, og eins og ég sagði, sko, veist, stundum sefur maður lítið og þá, ef maður sefur almennt vel, veist, þá þetta ekki að fara að fokka manni það mikið upp. En stundum, að þá fokkar mann upp og maður þreyttur. Og þá, bara eins og við vorum að tala um hérna áðan, þetta með viðhorfið. Stundum maður ógeðslega þreyttur og þá svo gott að hugsa. Djöfull verður ógeðslega næs að leggjast upp í rúm og eftir og halla augunum aftur. Og bara, ég veit það að því ég leggst niður eftir, mun ég fara beint í flæði. Beint í flæði og það verður ógeðslega næs og ég sofna ógeðslega hratt og ég mun bara vakna í fyrramálið, endurnörður. Þannig að þreyta er alveg góð. En svo líka hægt að vera ofþreyttur, sko. Það ef maður sefur ekki vel, alveg ítrykkað, aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Í fyrsta lagi þarf að gera eitthvað í því. En maður lendir í vítahring, sko. Og blessunlega nú svolítið síðan það gerist hjá mér. En ég man að þessi vítahringur er ekkert, hann er ekki uppáhaldið mitt, sko. Og ég held að ég hafi nú samt alveg ágætis tök á því, sko. Tekur kannski maður er kannski bara svona sætti sig við það, tekur nokkra daga að koma hlutunum í gott stand aftur. Já, að vera með hlutverk, að vera með einhvers konar stöðu einhvers staðar. Það er eitthvað sem að einhverja væntingar sem gera til manns. Það hjálpar alltaf. Vegna þess að jafnvel þó að þú eigir kannski, þú svafst ekki vel eða þú þarft meiri hvíld eða eitthvað. Það er ákveðin hlutir sem þú þarft að gera. Og þú gerir þá og dagurinn er kannski mjög erfiður en þú getur nýttir það til að sofna vel um kvöldi. Þú veist, það er þetta með að gera þessi góðu hluti. Það er líka það að svona ýta sig kannski aðeins áfram og virkja þreytuna.
til þess að ná endurnæringu. Að ég held að tilgangsleysi sé mesta eitrið. Og nú ég ekki mannski sem að þjáist af þunglyndi, eða neinu þannig. Sjaldnast allavega. Það kemur fyrir að maður sé dapur, en ekki þunglyndi. Og ég ímynda mér að einmitt, að fólk sem að þjáist af þunglyndi á oft svolítið erfitt með svefn. Og eins og ég skil það, þá það þessi tilfinning ykkur svona tilgangsleysi sem að kannski svona ýtir svolítið undir það. Og ég get alveg ímyndað mér að það sökki mjög mikið. Og ég held að, það að vera faðir eða það að vera eiginmaður, það hjálpar alveg. Þetta eru augljós hlutverk. Þetta eru hlutverk sem einhvern samfélagið setur fyrir okkur. Þau eru tilbúin. Þetta eru kassa sem maður getur sest beint inn í. En ekki allir getur sest inn í þessa kassa. Við vitum það alveg. Það fólk sem að virkar ekki í föstum samböndum. Það fólk sem að kýsa vera ekki í föstum samböndum og allt það. En við þurfum líka að átta okkur á því að það að finna sér hlutverk sem að eru ekki bundin þessu. Það að vera svona committed eða svona tryggur vinur til dæmis. Það hlutverk sem maður getur tekið sér. Og ég svolítið þar, ég heppin manneskja. Ég á konu, ég á barn. Það kom eignast bara 1 og 12, 14 ára gömul. Þannig að það var voru lítið sem við þurfum að gera lengur. Þetta kom í orðið svona sjálfvirknivætt svolítið, En ég engu síður þannig gerður að einhvern veginn svona, að ég svona skuldbind mig svolítið við það að vera, til staðar fyrir fólk. Og það bara val. Og ég veit það ef ég væri maður einsamall, að þá myndi ég halda áfram að gera það vegna þess að það einhvern veginn veitir manni ákveðna fyllingu. Og hver sá sem verður fyrir barðinu að þessari kominsku hjá manneski sem að tekast þannig ákvörðun, þetta þarf ekkert endilega að virka í báðar áttir. Það bara það að taka sér eitthvað hlutverk og setja sig í einhverju stöðu og það fólk sé kannski stundur svolítið feimið við það. Bara svo það sé sagt að þá svona mitt félagslíf og svona mínar kringumstæður ekki venjulegar. Það svona óvenjulegar að mörgu leyti. En í mínum svona kannski hringa þá eru mörg tækifæri til þess að einmitt taka svona einhliða ákvarðanir það að taka sér stöðu eða taka sér ákveðið hlutverk. Og ég kann vel við það. Ég fór nýlega í aðgerð á fætinum sem var svolítið stór aðgerð. Ég ennþá að ná mér. Þetta alveg 3-4 mánaða prósess að jafna sig á þessari aðgerð. Og það svona smá áhyggjur af því að kannski svefninn minn myndi fara svolítið í rugl vegna þess að ég bara fastur inni svolítið mikið þarna á tímabili. Alltaf var fyrstu 2 mánuðina. Og það var illt í fætinum og alls konar svona, en ég reyndar bara upplifði það ekki. Svefninn minn var svolítið bara svona venjulegur. Fyrstu vikuna, þurfti ég að taka Parkotin til þess að bara svona draga mestu óþægindunum. En það var allt í góðu og þegar mér illt og það að trufla mig, minnist ég þess að ég var í menntaskóla, þá var félagi minn, ég hafði fengið eitthvað svona paper cut, eitthvað skorið á blaði eða eitthvað svona, ég var bara eitthvað mér svo ógeðslega illt í puttanum. Og einn félagi minn, hann var bara eitthvað, heyrðu, ég með lækningu fyrir þessu. Og ég bara, hver lækningin? Hann segir, já, einbeittu þér að sársaukanum. Hugsaðu sársaukanum. Virkilega reyndu að, finna fyrir honum. Fókusera á hann.
og ég var bara eitthvað, ok, þetta meikar engan sens. En ég pröfaði það. Og þeim mun meira svo reynir að fókusa sársaukann, þeim mun eiginlega minna hefur hann áhrif á þig. Og þetta ágætt við allan sársauka, þú veist, ef þér er illt í bakinu, þú veist, það er fucked. Þú veist, það er ekki jákvætt. En svona allavega svona minni háttar óþægindi, ef að eins og beinbrot, til dæmis, þú veist, ég meina, ég var, þú veist, hællin á mér var sagaðar af mér, skilurðu, þetta er ekkert eitthvað næs, en þegar þetta var óþægilegt, að bara einbeita sér að því, bara hugsa það, bara einhvern veginn bara svona fókusa á helvítis hælinn, að mér fannst það hjálpa. En kannski er ég bara ekki eins og fólki flest, hver veit? Ég veit ekki. Segð þú mér? Já. Nei, Þórgnýr, þú ert eitt sérstakt lítið blóm sem að er virkilega gott að fá að njóta. Takk fyrir að deila öllu þessu með okkur og gott að heyra að þú áttir ekki neinu vandræði með svefn þrátt fyrir stóra aðgerð og ég vona að þér batni fljótlega. Og takk fyrir góður áðan varandi það að setja okkur markmið að gera góða hluti yfir daginn sem að þá hjálpa okkur að slökkva á hausnum þegar við leggjumst á koddann. Þessi þáttur var unnin í Hlemmurhaus og Hafnarhaus. Við minnum á vefsíðu þáttarins, soumsaman.is og svo erum við þetta líka á Facebook. Hljóðmynd og tónlist er í höndum Davíðs Pedersen. Ég heiti Gunnar Vigfús. Takk fyrir að hlusta.